Sjálfstæðisflokksins aðgengi að upplýsingum vegna PISA-könnunar. Fyrstur tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að kynna hér eftirfarandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, tillögunum með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að upplýsingar árangur hvers skóla í einstökum greinum PISA-könnunar 2012, lesskilningi, náttúrufræðilæsi og stærðfræðilæsi verði sendar viðkomandi skólastjórnendum, skólaráði og stjórn foreldrafélags í því skyni að hvetja til upplýstrar umræðu kennsluhætti og námsárangur. Umræddar upplýsingar liggja nú þegar fyrir, þar sem þær hafa verið unnar af tölfræði og rannsóknaþjónustu, skóla og frístundasviðs. Þetta mál hefur verið í deglunni í vetur. Vel fyrir jól þá komu niðurstöður úr PISA-könnuninni sem er könnun sem gerð reglulega 3 ára fresti í öllum OECD-löndunum eða flestum þeirra til þess að mæla gæði skólakerfa og skóla og námsárangur. Það var nú búið að ræða það á sérstökum fundir fyrir jól svona niðurstöður könnunarinnar en bara helstu niðurstöður voru þær að niðurstöðurnar voru ekki nógu góðar. Fjölmiðlar jafnvel fjölluðu það að þessar niðurstöður væru skelfilegar en ég ætla ekki að nota svo stórt orð en þó fjölmiðlar hafi gert það en niðurstöðurnar bentu að minnsta kosti til þess að frammistaða íslenskra nemenda í ákveðnum greinum versnaði verulega frá 2009 og einhverjir reiknuðu það fór í umræðunni að ef það verið horft til allra PISA-mælinga frá upphafi þá var jafnvel hægt að sýna fram á að nemendum hefði hrakað sem næmi hálfu skólaári á síðasta áratug. Ísland ásamt Svíþjóð var með löggustu frammistöðu alla Norðurlandana. Verulegur munur var á höfuðborgarsvæði og landsbyggð, þá höfuðborgarsvæðinu í Haag og afturferðin varð meiri á landsbyggðinni þó að höfuðborgarsvæði hafi einnig látið undan síga. Piltum samkvæmt könnuninni hefur farið verulega aftur í lesskilning og stærðfræðilæsi og það er að minnsta kosti margt í þessari könnun sem gefur okkur ástæðu til að rýna vel í okkar skólakerfi og fara í gagnrýna endurskoðun á okkar skólakerfi. Ég vil hins vegar auðvitað vara við því að það sé að PISA-niðurstöðurnar séu teknar sem slíkar og einhvern veginn einblínt á þær og sagt að þær séu alfa og omega í því að vega og meta okkar ágæta skólastarf. Það á auðvitað ekki að gera. Það þarf auðvitað að líta á svo margt annað. Það eru svo margar aðrar kannanir gerðar sem við þurfum líka að taka til skoðunar. En því verður ekki að móti mælt að margar þessar kannanir þar segja okkur að árangur skólastarfs, árangur í reykjavskum grunnskólum, hann mætti vera betri, hann ekki nógu góður, hann mætti vera betri, gefur okkur tillögu til þess að endurskoða þetta. Þannig að það alls ekki hægt að segja það því miður að niðurstöður PISA-könnunar séu eitthvað einar ekki nógu góðar. Fleiri kannanir sýna okkur fram á það. Og þess vegna mér finnst reyndar við pólitískir fulltrúar og embættismenn á skóla- og frístundasviði taka þessa könnun alvarlega. Það hafa verið mjög hreinskilnislegar umræður þetta, já nú bæði í borgarstjórn fyrir jól að minnsta kosti af hálfu okkar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Og ég hef komið á, og svo hafi verið rætt þetta í skóla- og frístundaráði, semst á lokuðum fundum í borgarkerfinu, hefur að mörgu leyti verið góð umræða þessi mál og á vegum skóla- og frístundasviðs borgarinnar hefur verið unnin góð greiningavinna og við borgarfulltrúar höfum fengið í hendur og fulltrúar þar greiningu á þessum málum sem mér finnst vera mjög lærdómsrík og ég með þessa greiningu hér
tók hana með mér upp í pontu og mjög góð. Hún var mjög fræðandi og upplýsandi fyrir mig. Hún hefur verið mjög fræðandi og upplýsandi fyrir þá sem fáni í hendur, fyrir embættismenn í okkar ágæta kerfi, fyrir okkar ágætu skólastjóra og kennar út í borginni. En hún samt ekki opinber. Þetta meðhöndlað sem trúnaðargögn vegna þess að borgarstjórnarmeirihlutin í Reykjavík vill ekki að foreldrar komist í þau. Og það það sem óðurlegt við þetta. Þetta alls ekki þannig að þessi gögn séu svo viðkvæm eða flókin að foreldrar eigi ekki að komast í þau. Ég held að bara þvert á móti auðvitað ekki svo að allir foreldrar vilji komast í þessi gögn og bíða óþrifafullir eftir þeim. En það eru margir foreldrar í Reykjavík sem vilja bara skoða þau sjálfstætt eða eru í góðu starfi til dæmis í sínu foreldrafélagi sem myndu vilja rýna þessi gögn, sjá hvernig Reykjavík stendur, sjá hvernig landið stendur, sjá hvernig sinn skóli stendur, skóli barns þeirra. Það eru margir foreldrar sem vilja sjá þetta og getur hugsað sér að kalla eftir þessum upplýsingum. Ég veit ekki hve margir, það kannski aukaatriði. Aðalatriði finnst mér það að þessi gögn séu tiltæk þeim foreldrum sem vilja fara yfir þau og þá að minnstakosti í þeim skóla. Hvaða gögn eru það í þessari leyniskýrslu sem foreldrar sem eru svo viðkvæm að foreldrar megi ekki sjá þau? Í þessari greinargerð sem við fengum, við fulltrúarnir fengum á lokuðum fundi og okkur treyst fyrir en foreldrar ekki treyst fyrir. Það er til dæmis bara glærukynningin sem ég vefa hér. Það glæra viðhorf íslenskra nemenda til þátttöku sinnar. Það glæra þróun stærðfræðilæsis, lesskilnings og náttúrufræðilæsis í PISA, staða Íslands miðað við önnur ríki. Stærðfræðilæsi á Norðurlöndum árin 2003, 2006, 2009 og 2012. PISA-niðurstaða í stærðfræði eftir landshlutum. Lesskilningur, stærðfræðilæsi og náttúrufræði nemenda á Norðurlöndum árin 2000-2012. Hlutfall nemenda sem eru ánægðir í skólanum og staðan miðað við önnur OECD-ríki. Hlutfall af heildardreifingu á læsi á stærðfræði innan hvers lands miðað við meðaltal OECD. Þátttaka nemenda í PISA eftir skólum í Reykjavík 2012 og 2009. Stærðfræðilæsi í PISA 2012 miðað við skóli í Reykjavík. Lesskilningur í PISA 2012 miðað við skóli í Reykjavík og náttúrufræðilæsi í PISA eftir skólum í Reykjavík. Einnig samantekt PISA-niðurstaðna 2012 eftir skólum og greinum og hæfnisþrepi stærðfræðilæsi, lesskilningi og náttúrufræðilæsi. Og þegar það kemur sem sagt skólunum í Reykjavík, þar sem hægt að greina upplýsingar eftir skólum, þá það sem sagt þá þetta svo viðkvæmar upplýsingar að mati meirihlutans að þær eru ekki úttækar. Það má ekki láta sem sagt aðra heldur en kerfiskalla og borgarfulltrúa einhvern veginn hafa þær. Og ég svo innilega ósammála þessu. Þetta eru mjög vel unnar upplýsingar og það koma fram til þessari greinargerð, það koma fram skýrir fyrirvarar hvað PISA er. Því að nú eins og ég sagði hér upphafi máls míns að það má alls ekki út frá þessum upplýsingum alhæfa eitthvað skólastarf í Reykjavík. Menn verða að gera sér ljóst að þessar upplýsingar hafa ákveðna annmarka. Það til dæmis munur að þátttöku eftir skólum og framlagning prófa eftir skólum og svo framvegis. Og þarna að ræða einkunnir eftir skólum en ekki einstaklingum. Og ég myndi aldrei alhafa út af þessu einu sér. Það kemur mjög vel þarna fram að það eru settir ákveðnir fyrirvarar þannig að menn fari ekki að túlka niðurstöðu þessari könnunar út í loftið. En það bara við svo mörgunum prófa og aðra kannanir sem við stöndum fyrir til þess að mæla gæði í okkar ágæta skólakerfi. Þannig að við eigum ekki að hrapa ályktunum þegar að niðurstöður PISA-kannanir eru skoðaðar, ekki frekar en þegar maður skoðar niðurstöður annarra kannana, til dæmis framfara stuðla, samræmdra prófa, kannana líðan nemenda, eineltiskannana, lesskimunarprófa, talískönnunar, svokallaðar, stærðfræðiskimunar, könnunar og svo framvegis. En allar þessar kannanir eru gagnlegar hver á sinn hátt og séu þær skoðaðar saman, þá ég viss að þær geta gefið góðar vísbendingar gæði skólastarfs í ákveðnum skólum. Að sjálfsögðu þarf svo að hafa ýmislegt annað í huga við þessa skoðun, til dæmis samsetningu nemendahópsins sem getur verið ólík eftir skólum og félagslegar aðstæður í viðkomandi hverfi sem geta líka verið ólíkar eins og við og margir fleiri vitum.
Við ræddum þessi mál í skóla- og frístundaráði daginn og við Sjálfstæðismenn lögðum fram tillögu það sem við getum sagt að við gengið aðeins lengra í opinberun þessar upplýsingar. Sú tillaga var felld af fulltrúum meirihlutans og því leggjum við fram þessa tillögu og viljum fá hana rædda hér í borgarstjórn og helst afgreidda. Þannig að það er með þessari tillögu gengið aðeins skemmra. Þar gerum við ráð fyrir því að viðkomandi upplýsingar verði bara sendar stjórn foreldrafélags, skólaráði og skólastjórnendum í hverjum skóla fyrir sig. Þannig að þeir átti sig að minnsta kosti á stöðu síns skóla. Og það verður til þess að hvetja til upplýstrar umræðu kennsluhætti og námsárangur. Umræða sem ég held að skólarnir í Reykjavík, fagmennirnir og foreldrarnir séu bara mörguliti vel búnir undir. Og við viljum sem tryggja að foreldrarnir fái þessar upplýsingar árangurinn, en þegar að fulltrúar meirihlutans, Samfylkingarinnar og Besta flokksins felldu tillögu okkar og þá voru þau röku notuð að það var sagt í bókum meirihlutans að hann styddi ekki þá hugmyndafræði að etja skólum saman í samkeppni á grunni niðurstaðna í prófum. Og með þessu hafa fylgt í síðan í fjölmiðlum einhver orð það að það sé svo mikil hætta að ef þetta einhvern veginn verði birt eða þetta verði opinbert, jafnvel þótt að kannski fari bara til hvert skóla fyrir sig, þá sé búin til einhver listi og það sé hýjað eitthvað eða bent ásakandi á þann skóla sem fái slæm útkomu en hinnum sem fá góð útkomu eftir vill hampað óeðlilega eitthvað of. Mér er slegilegt að heyra þetta því að þetta hefur við Sjálfstæðismenn hvergi sagt. Markmið tillögunnar er alls ekki að etja skólum saman og benda í ásökunarstíl á þann skóla sem verstur eins og var fullyrt í bókun meirihlutans. Í þessu sambandi mjög mikilvægt að benda á að niðurstöður einstakra skóla í samræmdum prófum hafa verið birtar frá aldamótum og viðurkenna nú flestir að birting slíkra upplýsingar sé til góðs og veiti foreldrum mikilvægar upplýsingar skóla barna þeirra. Það má að vísu bæta framsetningu þessum upplýsingum verulega en þær eru þarna fyrir hendi eiga síður. Og ég spyr góða borgarfulltrúa á því hvort að þeir muni ekki eftir deilunum sem voru á sínum tíma fyrir aldamótin einmitt það hvort að það ætti að birta upplýsingar úr samræmdum prófunum því að það var svo sannarlega andstaða við það í Reykjavík og mér minnir að það mál hafi reist á þann hátt að einn góðan veðurdag þá ákvað bara námsmatsstofnun, örugglega í samráði við menntamálaráðherra, þannig kringum aldamótin, að birta bara þessar upplýsingar. Þetta hafði verið deilt um þetta árum saman og helstu rök þess hóps sem beitti sér gegn því að þessar upplýsingar yrðu birtar, helstu rökin voru þau að þetta yrði svo erfitt fyrir þá sem væru kannski hvað aftarlegast á merinni, hvað námsárangur snertir, að þessar upplýsingar yrðu misnotaðar af einhverjum vondum köllum eða einhverjum vondum fjölmiðlum sem gerðu lítið úr árangri í lögustætti skólana eða lítið úr þeim skólum og þeim hverfum en hömpuðu hinnum. En hvað gerðist? Þetta var bara birt einn góðan veðurdag og ég hitti ekki lengur það fólk, meira að segja ekki í skólunum sem einhvern veginn á móti birtingu þessara upplýsinga. Ég bara hitti það ekki lengur. Það eru þarna. Það eru mörg dæmi það að einstakir foreldrar eða foreldrafélög hafi bara farið inn á vefinn hjá Námsmatsstofnun og kallað fram þessar upplýsingar varðandi sinn skóla, borið saman árangur skólans frá ári til árs og miðað við eitthvað meðaltal, landsmeðaltal eða Reykjavíkurmeðaltal og átt síðan bara fund það í sínum foreldrafélagi, kannski með skólastjórnendunum. Ég veit líka dæmi þess að þegar að niðurstöður samræmdarprófa að koma, þá hafi einstakir skólastjórar, þeir hafi verið fyrri til, þeir náttúrulega bíða eftir þessu væntanlega með óþreyju og þeir náðu þessar upplýsingar, kalli til fundar með foreldrum og fari bara yfir þessar niðurstöður og svo er bara þessi mál rædd. Þetta nám barnanna, það snýst ekki bara skólanum, það snýst líka foreldrunum. Ef það er alveg ljóst að við höfum rætt mikið lesskilning hér að undanförnu, ég held að okkur sé það öllum ljóst að ef við viljum að það mikilvæga verkefni að bæta læsi og lesskilning barna, það er ekkert alls ekkert eingöngu verkefni skólans, það er ekki síður foreldrarnir sem þurfa að stíga inn í þá vinnu og ef við ætlum að bæta læsi þá er
samvinnuverkefni sem þarf að eiga sér stað í góðu samstarfi bæði foreldra og skólana. Þannig að ég held að sé algjörlega ljóst að það bara til góðs að birta slíkar upplýsingar, en hins vegar eins og með samræmdu prófin, alveg sem með PISA-könnunina, þó að megi halda því fram að sömu leyti fáist mörgu leyti heilli og samanburðarhæfari upplýsingar í samræmdu prófunum, þeim upplýsingum sem eru opinberar, það má ekki heldur alhæfa árangur hvers skóla eða gæði skólastarfs út frá samræmdu prófunum. Þeir sem taka niðurstöðu samræmdaprófana og alhæfa árangur hvers skóla, þeir eru líka á hálli braut. Þess vegna hvet ég alltaf þegar ég á fundum með foreldrafélögum eða foreldrum að ræða þessi mál, þá hvet ég til þess að ef menn vilja átta sig á gæði skólastarfs þess skóla sem þau eru að skoða, þá sé að gera safna þetta bara sem flestum upplýsingum. Og mér finnst að við stjórnmálamenn, við eigum að ganga fram fyrir skjöldu og beita okkur fyrir því að þessar upplýsingar séu tiltakar með sem greiðustum hætti, bara á heimasíðu borgarinnar eða heimasíðu hvers skóla, hvernig það er gert. Það ekki núna hægt að nálgast þar á einum staðin, ætti auðvitað að vera. Og ég held að þessi tímanna tákn að bæði Reykjavíkur dagblöðin, þau hafa fjallað þetta mál, bæði Morgunblaðið og Fréttablaðið, þau hafa fjallað þetta í fréttum, þau hafa líka fjallað þetta í sínum leiðaraskrifum og hafa rauninni lýst furðu sinni á afstöðu meirihlutans, forpókari og gamaldags afstöðu meirihlutans hér til þessara upplýsingamála, að foreldrar, sjálfir skattgreiðendurnir sem eru með börnin í þessum viðkomandi skólum, gagnrýnt að þessi foreldrar fá ekki upplýsingarnar og hvatt til þess að úr þessu verið bætt. Þannig að ég held að afstaða leiðarahunda þessara beggja blaða, ég held að hún segi meira heldur en mörg orðum stefnu þessa leyndarhyggju hjá borgaryfirvöldum, hjá meirihlutanum hér í borginni sem ríkir í þessum málum. Þannig að ég tek undir ritstjóra Fréttablaðsins með þar sem hann segir í sínu leiðara að hann talar ólega misskilning á gildi opinna stjórnsýslu, hvetur til þess að almenningur hafi greiðan aðgang á upplýsingum í skólamálum sem öðrum málum og svo segir hann, með leyfi forseta, meirihlutinn í borgarstjórn virðist gleyma að skólarnir eru reknir fyrir peninga foreldrana og þeir hljóta að gera kröfu að útferði þeirra sé nýtt með góðum árangri. Það er orðið almennt viðurkennt að til þess að geta metið gæði opinberrar þjónustu verða að liggja fyrir mælingar á árangri hennar. Það er algjörlega galið að segja þegar slíka mælingar liggi fyrir, eigi þar eingöngu að vera aðgengilegar starfsmönnum kerfisins en ekki notendunum. Embættismennirnir eru í þjónustu skattgreiðenda og verða að lúta aðhaldi frá almenningi, hvort sem þeim líkar betur eða verr. Og hann bendir líka á það að með því að halda niðurstöðum PISA-könnunnar leyndum sé nefnilega verið að skúa fyrir mikilvæga auðlind sem er aðhald frá foreldrum skólanna, aðhald frá skattgreiðendunum sem eru foreldrar skólabarna. Í þeim hópi séu margir sem vita sínu viti, ekkert síður en fagfólkið í skólunum. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek hér til máls vegna tillögu sjálfstæðismanna upplýsingagjöf í tengslum við PISA. Þetta mál hefur fengið mikla umræðu á vettvangi skóla og frístundaráðs með okkar góðu sveit áheyrnarfulltrúa sem þar situr og tillagan þessi sem til umræðu hér í dag er keimlík en þó ekki alveg eins og tillaga sem komin í skóla og frístundaráð og tillagan sem framkom í skóla og frístundaráði hún var á þeim tíma felld með mótatkvæðum Samfylkingar, Besta flokksins og VG og afstaða flokkana var svo í kjölfarið bókuð í fundagerð þar sem að fulltrúa skólastjórnenda grunnskóla og kennara í grunnskólum tóku undir. Þessi umræða kemur all oft upp og þá í tengslum við niðurstöður prófa og eftirfylgni þeirra og oft virðist þeim sem að kannski standa fyrir utan og fylgjast með umræðunni sem að niðurstöður prófa almennt á Íslandi séu sveipaðar einhvers konar leyndarhjúp sem er af og frá.
Tillagan sem fyrir fundunum hér í dag eins og ég segi eilítið breytt frá tillögunni sem lögð var fram í skóla- og frístundaráði og við fyrstu sýn virðist sem verið sé að leggja til ákveðið verklag sem nú þegar við lýði og ég velti því fyrir mér og viðurkenni að ég aðeins óviss með það hvernig maður afgreiðir tillögu ákveðið verklag sem þegar framkvæmt og við gildi í borginni. Aðeins varðandi þá umræðu sem fór fram í skóla- og frístundaráði og vitna ég þá í bókun sem að þessi 3 flokkar, Samfylking, VG og Besti flokkurinn, lögðu drög í sameiningu og fulltrúar skólastjóra og kennara í ráðinu tóku svo undir. Hún tiltölulega upplýsandi afstöðu þessara 3 flokka og áheyrnarfulltrúa þeirra hagsmunahópa sem að málið snertir mjög mikið. En þar segir margra ára skeið, með leyfi forseta, margra ára skeið hafa skólar nýtt sér niðurstöður úr prófum og skimunum til umbóta. Hver skóli fær allar upplýsingar niðurstöður sinna nemenda, hvort útkoman sé betri eða lakari en fyrir ár og stöðu skólans í samanburði við aðra skóla í borginni. Skóla- og frístundasvið birtir ekki lista yfir bestu og lökustu útkomuna og styður ekki þá hugmyndafræði að etja skólum saman í samkeppni á grunni niðurstaðna í prófum. Tilvitnun lýkur. Umræðan námsmat hún alltaf góð og það hefur mikil gerjun átt sér stað í skólasamfélaginu síðustu árin námsmat, hvað mælt og hvers vegna. Fólk leggur ýmist mikla áherslu á samræmd próf á meðan öðrum finnst þau gagnrýni verð. Gagnrýnisraddirnar telja gjarnan að samræmd próf mæli eingöngu takmarkaða þætti skólastarfs að þau stýri skólastarfinu of. Síðustu árin hefur mikil þróun átt sér stað í fjölbreyttu námsmati, meiri áhersla lögð á styðjandi mat og eftirfylgni og má þá nefna áherslu SFS eða skóla- og frístundasviðs á heildarmat sem mjög umbótamiðað og mikil ánægja með. Höfuðmáli hlýtur alltaf að vera að hver skóli nýti hvert það verkfæri, hverju nafni sem það nefnist, hvort sem það frá hendi utanaðkomandi aðila eða alþjóðleg mæling eins og PISA eða sjálfsmat hvers skóla eða kannanir sem að skólapúlsinn leggur fyrir nemendur og mæli virkni og líðan eða það fjölbreytta námsmat sem skólinn sjálfur og kennararnir sem þar starfa nota til þess að fylgjast með framförum sinna nemenda og vinna með styrkleika þeirra. Það hlýtur að vera höfuðmálið að hvert verkfæri varpi ljósi á stöðu nemendana, að ávallt sé þess gætt að nemendur fá verkefni og stuðning við hæfi og að foreldrar séu upplýstir stöðu barna sinna svo þau geti rækt hlutverk sitt sem skólaforeldra sem allra best. Og ég gríp þó aftur niður í bókun Samfylkingarinnar, Besta flokksins, VG og fulltrúa skólastjórnenda og kennara sem kom fram á fundi skóla- og frístundaráðs. Þar segir með leyfi forseta: Fyrst og síðast keppa skólar að því marki að ná framförum með sinn nemendahóp og gera betur á milli ára. Stjórnendur ræða niðurstöður í skólaráði þar sem foreldrar, kennarar og nemendur og starfsfólk skólans sitja við sama borð og eru fulltrúar fyrir sína hagsmunahópa í skólasamfélaginu. Skólaráð njóta fulls trausts til að ræða og taka ákvörðun það hvernig kynning á niðurstöðum og umbótavinnu skólans fer fram og fara mismunandi leiðir til þess. Skólayfirvöld treysta fagfólki skólana vel til að vinna með allar niðurstöður prófa og nýta þær til ígrundunar og umbóta á hverjum stað. Tilvitnun lýkur. Aðeins skólaráð, en mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan að skólaráðin voru bundin í lögum grunnskóla árið 2008. Skólaráðin hafa elfst mjög á þessum tíma, þessum 6 árum, og á hlutverki þeirra hefur skerpst og það vel. Því skólaráðin eru svo lýðræðislegi vettvangur þar sem einmitt framfarir barna í skólanum og niðurstöður margvíslegra prófa og kannana líðan og skólabrag eru ræddar. Þessum 3 flokkum í skóla- og frístundaráði og í borgarsveit Reykjavíkur, VG, Besta flokknum og Samfylkingu, sem og áheyrnarfulltrúum skólastjórnenda og kennara, ber saman að það sé ekki hlutverk skóla- og frístundasviðs að birta einfaldan lista með nöfnum skóla og í hvað sæti röð skólarnir lenda í þessum og hinum prófum og skimunum.
Þessi flokkar og áheyrnarfulltrúar sjá ekki hvaða tilgangi það þjónar, svo lengi sem þessi gætt að skólaskrifstofa Reykjavíkur nýti þessa heildarmynd af skólum borgarinnar til að styðja við skólan eftir útkomu þeirra og að þessi gætt, fyrst og síðast, að skólaráð fái niðurstöðuna til sín til lýðræðislegrar umfjöllunar og umbótastarfs á hverjum stað. Enda eiga þar sæti allir fulltrúar í skólasamfélaginu, foreldrar þar með. Reynsla mín og reynsla þessara flokka sem stóð á bókuninni og reynsla þeirra áheyrnarfulltrúar sem stóð á bókuninni svo að skólastjórnendur taki þetta hlutverk skólaráðana mjög hátíðlega og að þeir kappkosti við að kynna og ræða hverjar þær niðurstöður sem skólanu viðkemur sem bætt geta líðan, skólabragð, námsárangur eða framfarir. Það ekki okkar reynsla að skólastjórnendur í Reykjavík séu feimnir við að ræða fjölmargar niðurstöður úr prófum og skimunum. Skólastjórar og kennarar í ráðinu eru líka fulltrúum þessara 3 flokka sammála því að allt og margar breytur vega þungt þegar niðurstöður úr prófum eru annars vegar. Og það segir oft ekki nema brot af sögunni hvaða skóli í 5. sæti eða 1. sæti eða neðsta sæti eða fyrir miðju. Miklu nær væri að skoða framfarir í hverjum skóla og viðhlítandi stuðning og hvatningu byggt á því hver staða skólans þegar þróun nokkura ára undir. Ég gríp að lokum niður í hluta úr niðurlagi bókunar sem fulltrúa meiri hlutans, auk VG og fulltrúa skólastjórnenda og kennara bókuðu í sameiningu og það segir með leyfi forseta. Lykill að góðri skólaþróun að vinna jafnt og þétt að þróun markvissra kennsluhátta og fjölbreytts námsmats sem í senn árangusmiðað en jafnframt styðjandi. Vandséð hvernig þeim mun ganga betur í þeirri vinnu með því að kjörnir fulltrúar hafi eingöngu áhuga á því að mata fjölmiðla á því hver bestur og hver verstur, samkvæmt gamaldags sýn þeirra sem telja skólastarf vera keppnisíþrótt. Tilvitnun lýkur. Nú liggur fyrir tillaga á þessum fundi sem gengur töluvert skemur, þar að segja tillagan í ráðinu þegar þessi bókun gerð. Nú ég ekki með hana hér fyrir framan mig en þar minni mig að komi fram að PISA niðurstöðurnar verði opinberar og þá erfitt annað en að ætla að þar væri átt við að listin yfir skólan og í hvað röð þeir birtast að það veri hlutverk skóla og frístundasviðs eða borgarinnar að birta hann. Þessi tillaga sem hér til umfjöllunar í dag í raun og sanni að fjallar hún það verklag sem nú þegar notað. Og ef að ég að misskilja, því að þetta sannarlega það sem gert í dag, það að niðurstöður hvers skóla og staða skólans samanborið við aðra skóla í borginni, hvort hann stendur lakar eða hvort hann hefur bætt sig. Allt þetta verklag sem við höfum notað margra ára skeið. Þannig að ég hlýt að spyrja tillöguflytjendur hvort að þeim hafi þá ekki verið fullkunnugt hvernig verklag borgarinnar þegar kemur að niðurstöðum prófa og skimana. Eða allavega þurfum við held ég hér áður en að við tökum ákvörðun það hvernig þetta verður afgreitt, að reyna að átta okkur á því hvort verið að meina einhvers konar annað verklag en við þegar við þau. Því að þetta sannarlega verklagi sem við göngum eftir í dag. Þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég þakka Oddnýju Sturludóttur borgarfulltrúa fyrir þessa ræðu. Já, það mikilvægt að við áttum okkur á hvað við erum að tala Ég tel ekki að þetta sé verklag sem nú þegar notað. Ég alveg sammála og það kom líka fram í minni ræðu að þetta ekki sama tillaga sem flutt hér eins og var flutt í skóla- og frístundaráð og þessi tillaga hér gengur mun skemmra heldur en sú tillaga gerði og það var einmitt gert í tilgang að við getum kannski frekar náð saman hana. En verklagið, það sem við erum að óska eftir að verði gert að þessar upplýsingar verði sendar viðkomandi skólastjórnendum, skólaráði og stjórn foreldrafélags. Núna skilst mér að upplýsingarnar séu sendar viðkomandi skólastjórnendum og þeir leggja þær síðan fyrir í einhverjum tilvikum, minnsta kosti, fyrir sín skólaráð. Lengra farið þær yfirleitt ekki. Mér skilst að þær séu oft lagðar fyrir viðkomandi skólaráð
og ég hef með sér heyrt að sumstaðar séu þær ekki lagðar fyrir skólaráðið. Í skólaráðinu sitja, eins og Oddný borgarfulltrúi sagði, kennarar, starfsmenn skóla, fulltrúar foreldra og líka nemendur í skólanum, og það getur verið viðkvæmt hvað á að fara út í djúpa umræðu þessa hluti þar sem nemendur, ungir nemendur eru viðstaddir. En mér skilst að þessar upplýsingar fari ekki til stjórn foreldrafélagsins, ekki nema kannski skólastjórnin taki þá sérstaka ákvörðun það að afhenda foreldrafélaginu þessar upplýsingar. Og ég hef heyrt dæmi það að foreldrafélag hafi óskað eftir þessum upplýsingum til þess að geta farið með þar inn á fund foreldra í skólanum en ekki fengið. Og einmitt út af slíkum ábendingum og kvörtunum þá leggjum við fram þessa tillögu. Ég held að það sé rétt að þær séu afhentar núna skólastjórnendum sem síðan taki ákvörðun hvort það fari til skólaráðsins, sem ég held að sé gert í mörgum tilvikum, vonandi í flestum. En við viljum að sé algjörlega skýrt að þessar upplýsingar eigi að leggja fyrir skólaráðin og stjórn foreldrafélagsins fái líka þessar upplýsingar, alveg óháð því hvort að viðkomandi skólastjóri eða einhverja skóla- og frístundasviði sé hlynntur því eða ekki, og viðkomandi foreldrafélagi sé síðan heimilt að efna til fundar með foreldrum málið. Þannig að ég held að þetta sé aðeins annað verklag heldur en hingað til hefur viðgengist, en mér heyrist í aðalatriðum fyrst að borgarfulltrúinn telur að það hafi verið viðhaft, þá held ég að hún lítist bara vel á það og þá ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að samþykkja þessa tillögu. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst aðeins erfitt að skilja þetta. Ég ætla að fá að viðurkenna það vegna þess að við erum búin að segja það hér að verklagið sem að skólarnir vinna eftir er það að skólastjóri fær afhentar allar niðurstöður sem viðkoma skólanum, sama hvaða könnun eða skimun eða próf ræðir. Hann kynnir þær skólaráði og hefur ekki það í raun og veru neitt val, og ef að það þá hér í heyrenda hljóði verið að halda því fram eða lýsa yfir einhvers konar vantrausti í garð skólastjóra að þeir pukrist með upplýsingar niðurstöðu skólana sinna, þá það ekki mín reynsla og það ekki þær raddir sem við heyrum úr skóla- og frístundaráði þar sem að sitja mjög mikilvægir áheyrnarfulltrúar fyrir sína hagsmunahópa. Þar hefur þetta margoft verið rætt og yfirleitt alltaf verið mjög mikill samhljómur það að svona sé unnið, og það svo sannarlega hvatning og tilmæli frá skóla- og frístundasviði að skólaráðin séu vettvangur til þess að ræða allt það sem snertir skólan. Og það auðvitað bara mjög grafalvarlegt mál ef að skólastjórnendur eru ekki að fara eftir því, og ég hef bara í raun enga trú á því. Ég hef engar röksemdir fyrir því og ég hef engar sannanir fyrir því. Þannig ég bara stend hér og segi, skólastjórnendur virða þann lýðræðislega vettvang sem skólaráðin eru, og þar eru þessi hluti ræddir. Þar situr fulltrúi foreldra, mjög mikilvægur fulltrúi foreldra, sem stjórn foreldrafélagsins velur, og það þá hans að ræða það í skólaráðinu fyrir hönd foreldra. Hann situr þar ekki sem Jón eða Guðrún, hann situr þar sem fulltrúi foreldra í skólanum, og þá það sjálfsögðu þar sem tekin ákvörðun hvort að blása sér til fundar, hvernig skýrt frá niðurstöðunum, hvernig skólinn ætlar að vinna með niðurstöðurnar og skapa samtal og samræðu í skólanum það. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það sé samhljómur það í borgarstjórn að við treystum skólastjórnendum til þess að virða lýðræðislegt hlutverk skólaráðanna. Og það mín trú að þeir geri það. Þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kann nú ekki alveg við það að mér sé borið að brýna að vera með eitthvað vantraust í garð skólastjóra. Þrátt fyrir ég greini frá því að ég hafi fengið ábendingar og kvartanir frá foreldrum í skólum, jafnvel foreldrum sem eru formenn foreldrafélaga og sitja í skólaráðum, um að þeir hafi ekki fengið þessar upplýsingar. Það má vel vera að þessar ábendingar séu einhverju misskilningi byggðar eða þá að það sé bara eitt einstakt tilvik að ræða. Og í sjálfu sér ætti það í rauninni bara að vera auðvelt innankerfismál að koma af stað, bara spyrja óskyldur upplýsingum það, hvort að þessar upplýsingar hafi ekki verið lagðar fyrir öll skólaráðin. En
og ég treysti því alveg ef það stefna, þá bara treystir maður því, þá bara einfalt mál hjá fræðslustjóra að fylgja því eftir að það sé gert. En það kannski ekki aðalmáli hér. Hérna í okkar tillögu segir líka stjórn foreldrafélags. Það alveg ljóst að þessar upplýsingar þær fara til skólastjórnenda og það vonandi í flestum tilvikum þaðan út í skólaráðin. En stjórnir foreldrafélaga fá ekki þessar upplýsingar jafnvel þótt eftir því sem leitað og þá sagt að þetta séu trúnaðar upplýsingar. Þannig að það það markmiðið með tillögunni að þetta sé víkkað út og stjórn foreldrafélags fá þetta einnig. Mér skilst reyndar í einhverjum tilvikum að einstakir skólastjórnendur þeir hafi látið viðkomandi foreldrafélög fá þessar upplýsingar ef eftir því er leitað og það þetta bara frábært mál. En ég held að það sé ekki réttur viðkomandi stjórnar að fá þessar upplýsingar sem við skjóta skökku við. Þannig að við viljum að það sé skýrt þar sjálfstæðismenn að stjórnir foreldrafélagana eigi að fá þessar upplýsingar í hendur og geti þá haldið fundum þetta meðal foreldra í skólunum ef þeim býður svo við að horfa. Borgarfulltrúinn vísaði stöðugt í lýðræðið. Lýðræðið var tryggt með skólaráðinu og þar sitja tveir foreldrar en gleymum því ekki að það samt bara fulltrúalýðræði. Við ræddum mikið rætt lýðræði hérna í dag. Ég held að við viljum útvíkka þetta þannig að allir foreldrar, óháð því hvort þeir eru í foreldraráði ekki sem fulltrúar, fái þessar upplýsingar í hendur, þá minnst við komum til skóla. Ég vona að meirihlutin geti orðið okkur sammála það. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég þakka fyrir ágætlega málefnilega umræðu þessi mál hér á títtnefndum fundi skólafrístundaráðs í síðustu viku. Þá fóru umræðunum víðan völl og kom fram að ástæða þess að ekki var hægt að samþykkja þáverandi tillögu var að meirihlutinn vildi ekki etja skólum saman í einhvers konar samkeppni. Það miður og Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi las aftur upp þessa bókun að það væri sýn þessa meirihluta að etja ekki skólum saman í samkeppni og þar af leiðandi var sett í okkar munn eitthvað sem ekki ætlunin eða markmiðið. Svo ég fari nú aðeins yfir það, þá okkar hugmynd að opinbera gögnin frekar ekkert annað en lög upplýsingar gera ráð fyrir. Ef til dæmis foreldrahópurinn myndi óska eftir þessari skýrslu PISA, þá ekkert sem segir að Reykjavík geti ekki afhent þessa skýrslu. Ef fjölmiðlar biðja hana, þá ekkert sem segir að meirihlutinn geti haldið þessum upplýsingum sem trúnaði. Og ef það eitthvað sem að þessi meirihluti telur sig hafa þetta að segja varðandi upplýsingalög, þá kalla ég eftir því hér að því að þetta held ég að sé alveg skýrt varðandi upplýsingalögin að þessi gögn eru opinber, þau eru ekki meiðandi, þau varða ekki einstaka kennara, þau varða ekki einstaka starfsmenn, það ekkert í þessum gögnum sem má ekki opinbera. Ástæðan fyrir því að við teljum þetta að vera mikilvægt einmitt niðurstöður PISA frá 2000 sem sýna það að sjálfstæði skóla virkar ekki vel ef að gögn eru ekki opinber. Það virkar sem sagt gegn kostum sjálfstæði skóla, að sjálfstæði skóla sé mikið, sem sagt að skólastjóri fá að reka sína skólastefnu. Það virkar gegn þeirri skólastefnu að vera ekki með opinber gögn. Þannig að í raunin það sem meirihlutinn að segja hér, að hann vilji frekar miðstýringu heldur en sjálfstæði skóla. Þá ætti hann að segja það bara hreint út að ef það á ekki að opinbera árangurstölur eða líðantölur fyrir skólana, að þá hann að segja það að hann vilji minnka sjálfstæði skólana. Svo við förum nú í þennan leik sem Oddný Sturludóttir fór í hérna áðan að sjálfstæðismenn vantreystu skólastjórnendum sem náttúrulega algjörlega fráleitt að halda fram. Við vitum alveg hvernig þetta fer fram. Þessi gögn fara sannarlega inn í skólapúlsinn og skólavogina. Skólastjórnir sjá þessar tölur. Það algjörlega ljóst að þetta fer inn í skólaráðið. En þar eru gögnin ekki skilin eftir, þeim varpað upp og þau eru rædd á þeim fundi og þar stoppar málið, þar stoppar umræðan.
Og það sem ég skil ekki og óska eftir svari við hér í dag af hverju Reykjavíkurborg gengur skemur í námsmatsstofnun í svona hugmyndum. Nú eru þessi gögn könnunarpróf búin að vera opinber frá 2000. Ég get séð hér og lesið upp fyrir ykkur hvaða skólar eru bestir í íslensku með 5 ára meðaltali fyrir all landið og fyrir Reykjavík. Aldrei hefur þetta haft þau áhrif að það sé verið að etja skólum saman. Það hefur bara ekkert gerst. Síðan í 14 ár hefur hvergi nokkuð tíman komið upp svo staða að samkeppni á milli skóla hefur aukist út af þessum einkunnum sem að koma frá námsmatsstofnunum og opinberar. Bara ekki neitt. Fjölmiðlar eru ekki einu sinni að skoða þetta. Þetta er nefnilega gögn sem eru mjög flókin og þau taka af mörgu og ef við erum bara með fáa mælikvarða þá segi ég aftur, þá vitum við ekki hvert við erum að fara. Þá er sjálfstæði skólana gagnslaust. Þá held ég sé betra að meirihlutinn komi fram skýrt með það að þeir vilji miðstýra kerfinu og loka á það að þessi sjálfstæði starfsmanna og stjórnenda. Það sem skiptir mestu máli er að við sammælumst að við séum sammála að sjálfstæði skóla sé gott og við fjölgum opinberum upplýsingum, ekki bara námsmatsstofnunar upplýsingunum, heldur líka skólabúlsinum og öllum líðankönnunum og PISA. Því fleiri mælikvarða, því betra. Þá líka, svo við segjum það bara hreint út hér, getum við sem kjörnir fulltrúar lagt til dæmis hærri laun í skólum sem eiga mjög erfitt uppdráttar. Við gætum bara hreinlega sett aukið fé til þess að mæta kjörum þessara kennara sem eru í mjög erfiðri aðstöðu og kannski jafnvel fjölga bara kennurum. Þá erum við komin út fyrir þessa jafnræðisreglu sem núna ríkir. Þá erum við komin út fyrir það að segja, já, allir skólarnir eru með sömu peningana per nemenda, en ef við getum rökstutt það með upplýsingum sem eru áreiðanlegar og aftur í tíman, þá getum við sagt, jú, nú þurfum við að hjálpa þessum skóla verulega og setja aukið fé í annarkvort kennslu eða einhverja aðra þætti. Í dag er þetta allt í einhverjum feluleik. Það vita allir hérna inni hvað skólar standa sig verst í Reykjavík. Það vita allir. En við ávörpum það ekki. Við bara ávörpum það ekki opinberlega. Og svo sitjum við bara ár eftir ár og horfum á þessu skóla ekki batna mjög mikið, árangurslega. Og við skuldum börnum að gera betur en þetta. Foreldrarnir eiga líka rétt á þessu, svo Kjartan Magnússon fór vel yfir hérna. Foreldrar get ekki verið virkir, eins og við tölum í skólafrístundaráði ítrekkað, að við viljum að foreldrar skipti sér meira af skólanum, hafi meiri áhrif, komi meira inn. Við getum ekki beðið þetta og sagt svo nei, þið fáið engar upplýsingar. Komið bara og hjálpa okkur, en þið fáið ekki að vita neitt. Þið fáið ekki að vita hvernig gengur í íslensku eða stærðfræði eða hvað þarf að aðstoða við. Við bara viljum hjálpa ykkur en við ætlum að segja ykkur alveg hvernig það á að fara fram. Gagnrýnin hugsun foreldrana verður ekki fyrir að sjá gögnin og hvernig gengur. Og ef að skóli er með 5 ára meðaltali eins og sumir eru, sem hreyfist bara ekki, þá hljótum við að þurfa sem eftirlitsaðili að gangi verkið. En við opinberum það ekki. Við getum ekki sagt hér að þessi X skóli sé staðnaður. Við ávörpum ekki vandamálið. Og það að ekkert miði í því að meta krakkana betur og halda utan þá sem ná ekki lestrarárangnum, það er líka sama línan. Ástæðan fyrir því að gerist ekki í þessu er að þið eru ósammála því að meta krakka, ósammála því að birta árangur, ósammála því að skólastjóri fái bank ef að það er eitthvað sem gengur ekki vel. Það er bara ykkar pólitík og þið þurfum bara að segja eins og er. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá.
Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar og kæru aðrir sem hlusta. Nú, já, ég held að borgarfulltrúin Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir hafa einmitt hitt naglann á höfuðið hérna rétt áðan, að við erum kannski bara líka ósammála þessa hvert við eigum að stefna með þetta og þessar birtingar, og ég held að það hafi komið vel fram á títtrættum fundi sem að fór fram í síðustu viku. Við áttum vissulega góða umræðu og mér finnst við líka hafa haft góða umræðu hér, en það er þetta, ég held að við séum ósammála að vissu leyti. Mér finnst mjög stór orð að vera alltaf að tala um einhvern feluleik eða það sé að vera að fela eitthvað fyrir foreldrum. Það er svo sannarlega ekki verið að fela eitthvað fyrir foreldrum. Eins og oft hefur komið fram og við höfum reynt að skýra í okkar máli, er það þannig að foreldri getur einmitt fengið að fá að vita stöðu þess skóla sem barnið manns er í. Og þar getur það líka séð, segjum gefum okkur að skólar séu 20 og þá fær foreldri að vita að skólinn þeirra er númer 9 á kvarðanum, og það hlýtur að gefa mann einhverja hugmynd að kannski mætti skólinn gefi betur, og þá getur maður komið þeirra umræðu af stað í foreldrafélaginu. En hvort að skiptir nákvæmlega máli að vita hvað skólinn heitir sem er í sætunum fyrir ofan eða neðan, ég er ekki viss það. Og varðandi að vera alltaf að tala um einhvern að við sem að halda þessu frá foreldrum og verið með feluleik, þá vitum við það allavega við sem að sitjum í skólafrístundaráði að einmitt þátttaka foreldra er mjög mikilvæg og hún hefur hvað mestan áhrifastuðul á hvernig barni oft gengur í skóla. Þannig að við erum svo sannarlega ekki á móti því að foreldrar kynni sér gögnin sem koma að sínu barni. Hjá skólafrístundasviði er ekki bara könnun PISA eins og við vitum, og við erum mjög sammála því að kannanir geta verið mjög góðar fyrir skólaþróun og svo framvegis. Og það er þannig að við sinnum mjög eftirliti og ýmsar kannanir hjá okkur þegar við sitjum í skólafrístundaráði eru þannig að við erum til dæmis að fylgjast með framförum og framfarastuðli. Ef við birtum bara hrágögnum hvernig skólar stóðu sig í PISA, þá erum við ekki endilega að sýna fram á framfarir, heldur bara mjög hrágögn. Og þá þarf alltaf að hafa það í huga að PISA er einmitt að mæla kerfi frekar en einstaka skóla. Og skólastærðirnar hér eru það litlar að vikin geta verið mjög mikil á milli. Og þess vegna er mjög mikilvægt að minna á þessa staðreynd. Við erum að mæla kerfi með PISA. Og svo kannski bara þurfum við líka alltaf þegar við erum að tala um PISA. Mér finnst við ekki ennþá vera komin á þann stað að vita nákvæmlega hvað viljum við fá út úr PISA, hvað viljum við heyra frá nemendunum okkar, hvernig viljum við að nemendur okkar sé að skara fram úr. Mér finnst þá miklu frekar mikilvægara að ávarpa áhyggjur af því hvernig nemendum okkar er að ganga þegar kemur að náttúrulæsi, ekki þá með því að birta hvar minn skóli, ef ég foreldri hvar hann stendur í númerum, heldur hvernig við viljum þá bæta það náttúrulæsi sem að unga fólki okkar er greinilega ekki alveg að standa sér nógu vel í. Mér finnst það umræðan að ég frekar að snúast það. Já, það finnst mér svona kannski að við þurfum fyrst og fremst að fara að skoða það og gleyma þá ekki í þessar umröð þegar tölum kannanir, minnum frekar foreldrana á það að börnunum okkar er að líða hvað best í skóla. Við erum í topp 5 sæti það hlýtur að skipta máli. Það þurfum við að taka með inn í umræðuna, en það að við þurfum að endilega birta nákvæmlega hvaða skóli er í hvaða sæti, það á ekki endilega að vera skóla til, ég held að það hjálpa ekki endilega skólaþróun. Við viljum standa fyrir það að skólaþróun og fjölbreytileiki og fjölbreyttir kennsluhættir, það sé það sem skiptir máli. Og hér er talað að við séum að reyna að miðstýra kerfinu með því að neita að birta kannanir í röð. Ég er svo virkilega ósammála því, og það er þannig að þótt að sveigjanleikinn mætti að mínum mati vera alveg meiri í skóla, þá hafa samt skólarnir ansi gott geta aðeins ráðið innan sín skóla hvert þeir eru að stefna, og þess vegna erum við með mjög fjölbreytta og flotta skóla. En hvert erum við að fara með PISA? Það finnst mér kannski stóra spurningin. Mér finnst mjög spennandi þessi skólaáætlun SSH eða þessi metnaðarfulla áætlun sem vorum að kynna okkur á föstudaginn. Ég vil fá hana meir í umræðu, en að við séum einhverjum feluleik við meirihlutann, því vísa ég algjörlega á bug. Ég er alltaf til í samtal við foreldra hvernig við viljum hafa skólan okkar, en hvort við verðum að birta þetta nákvæmlega A til B, hver er bestur og hver er vestur, því er ég ekki sammála. Og nota bene, það sem kom einmitt fram líka í PISA er það að það er einmitt hreyfing á því hvernig skólar er
standa sig. Það alls ekki þannig að hver skóli haldi alltaf saman sæti. Skoðum það frekar, það okkar á SFS að skoða það að við erum eftirlit með skólum, en hvort að við þurfum endilega að birta þetta, ég kannski endurtek mig hér aftur, bara því ég ósammála. Það borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég velti því alvarlega fyrir mér til hvers við erum að taka þátt í PISA með ærnum tilkostnaði ef við megum síðan ekki nýta niðurstöður þessara kannana. Við verðum náttúrulega átt okkur að því að það eru foreldrarnir sem að bera ábyrgð á uppeldi og námi barna sinna og þeir greiða líka skólagöngu barna sinna með útsvarinu. Þannig að málið varðar foreldra. Það að ég fái ekki að vita hvernig skólar í borginni standa og hvernig þeir koma út úr PISA finnst mér ekki ásættanlegt. Og til þess að bæta skólakerfið þá þurfum við að hafa þessar upplýsingar upp á borðinu. Og við vitum það að allar framfarir, það eiga sér stað ef við getum borið saman hlutina. Við getum borið saman einn hlut við annan. Öðruvísi verði ekki framfarir og öðruvísi verði ekki framfarir í skólakerfinu. Og ég skil ekki þessa leyndarhyggju meiri hlutans hér í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Forseti, já, ég tel einmitt, við erum að nýta upplýsingarnar. Við erum að nýta upplýsingarnar með því að setjast niður, það að segja skólanemndir, eins og þá SFS, svið skólafrístundaráðs, á að setjast niður með skólastjórnendum, skólar setjast niður með skólaráðum og svo framvegis. Það á að nýta upplýsingarnar, við erum að skoða upplýsingarnar, við vitum að það eru þættir í PISA-könnunum sem við erum að kanna okkur í, en það engin feluleikur í gangi og sem best reynt að koma upplýsingum til foreldra þeirra eigin börn og það það sem skiptir máli. Það hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við það að svara andsvari og þá hafa ekki fleiri. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðurnar sem hafa orðið þessa tillögu hér í dag. Að vísu þá hefur ekki ennþá komið fram raunni hvernig borgarfulltrúar meirihlutans hyggjast greiða atkvæði tillöguna. Þannig að ég vona bara að þeir muni greiða atkvæði með henni. Enda fannst ég mér heyra svona á Oddnýju Sturludóttur borgarfulltrúa að hún væri að minnsta kosti þeim sjónarmiðum sem koma fram í henni frekar vel viljuð. Það var kannski eins og menn var ekki samt hún eða Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi ekki alveg kannski klárar hvað fælist í þessari tillögu. Og bara þannig að það sé skýrt þá áttum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við áttum okkur alveg á því að skólastjórnendur þeir fá þessar upplýsingar nú þegar, það alveg ljóst. Hins vegar hefði kannski verið stílbrot að semja tillögu það og sleppa þeim, þrátt að þeir fá upplýsingar nú þegar, þá hefði verið hægt að rangtúlka tillöguna þannig ef við hefðum ekki talið það upp í tillögunni að þeir ættu ekki að fá þar. Þannig að við ákváðum að telja þá upp, þáttur að við gerum okkur sjálfsög ljóst fyrir að þeir fá þessar upplýsingar. Varðandi skólaráðin, þá ég ekki alveg viss, en mér heyrðist formaður skóla- og frístundaráðs, Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi, mér heyrðist hún nánast vera að fullyrða það að öll skólaráðin fengju þessar upplýsingar. Það var lítill efi, ég ekki alveg viss sjálfur vegna þess að ég hef fengið ábendingu að það sé ábendingu að skólaráð hafi ekki fengið þessar upplýsingar. En mér fannst formaðurinn, og hann ætti sennilega vita betur en ég, mér fannst hann vera nokkuð viss í sinni sök með það að skólaráðin, þau fái þessar upplýsingar nú þegar. Það og ef formaðurinn treystir til að standa við það, þá trúi ég því þangað til annað kemur í ljós. Það mikilvægt að fá það fram hér í borgarstjórn, því að ég sjálfur ekki alveg viss í þessum efnum, en ágætt að fá hér
þá alltaf því fullvissu formans fyrir því að skólaráðin fái þessar upplýsingar. En þá það þetta í þriðja lagi stjórn foreldrafélagsins. Og ég veit ekki alveg hver staðan þar, en ég veit að minnsta kosti til þess að stjórnir foreldrafélaga hafa óskað eftir þessu upplýsingum, kannski með það í skyni að halda fundum í sínum skólum og ekki fengið. Og margvísleg svör kannski höfum fengið þar að lútandi að þetta séu trúnaðar upplýsingar sem megi bara leggja fram, sem séu bara til notkun innan kerfisins, trúnaðar upplýsingar sem megi bara leggja fram þá kannski mestalega fyrir skólaráðið, leggja þessi trúnaðar upplýsingar þar. Nú, ég held að hljóta að vera rétt, fyrst að formaður skóla og frístundar segir að skólastjórnandi geti síðan dreift þessum upplýsingum eins og þau vilja innan skólans þá væntanlega þá til foreldrafélagsins og það kann að vera gert í einhverjum tilvikum. En ég held að það sé að minnsta kosti óskýrt hvort að stjórn foreldrafélagsins fái þessar upplýsingar og ég held að sé alveg ljóst að stjórn foreldrafélagsins hafi ekki rétt á þessum upplýsingum, ekki rétt sko. Þannig að ég held að það veri fínt ef borgarstjórn myndi bara höggva þann hnút og álykta það með þessari tillögu að ekki bara skólastjórnandinn eða skólastjórnendur og skólaráð eða fá sér upplýsingar heldur líka stjórn foreldrafélagsins einnig. Nú, Eva Einarsdóttir talaði að það væri engin feilleikur í gangi fyrir foreldrum og það væri alls ekki rétt að þessu væri haldið frá foreldrum og sagði síðan ágæta setningu að borgarfulltrúar meirihlutans væru ekki á móti því að foreldrar sæju þessi gögn, að minnsta kosti ekki gögn sem viðkoma barni, reyndar þessi gögn eru ekki einstaklingsupplýsingar heldur mæla þau kerfið en skólan líka. Ég held nefnilega að þessar upplýsingar segja okkur töluverða sögu, ekki bara íslenska skólakerfið, heldur einnig hvern skóla fyrir sig vegna þess að sökum fámennis á Íslandi þá eru þessar upplýsingar lagðar fyrir mjög marga. Þeir eru lagðar, ég held að skólinn sem gefinn kostur á því að þessi próf séu lögð fyrir alla nemendur viðkomandi skóla og svo nú kannski misjafnt hvort að það gert, hver margir taka prófið, en minnsta kosti í mörgum skólum þátttakan mjög góð. Allir nemendur í ákveðnum bekkjum þess skóla taka þá þetta próf og þá hlýtur það að segja eitthvað námsárangurinn þessum skóla, þráttur að megi alls ekki alhafa út af því. Borgarfulltrúar tók ágætt dæmi náttúrulæsi og sagðist vilja sjá sem ég alveg fullkomlega sammála að eitt af því sem niðurstöður segja okkur það að við þurfum að bæta kennslu í náttúrulæsi á Íslandi og þurfum að taka á því sem kerfi. En ef ég tek síðan bara eitt dæmi þetta, segjum bara að það sé foreldrafélag í einhverjum skóla sem taki þetta til sín og ákveði að gangast fyrir átaki í skólanum, segjum bara einhverju foreldrar gerir það, að bæta náttúrulæsi barna sinna í ljósi slæmra niðurstöðu Íslands í þessu. Nú gæti það verið að þessi viðkomandi skóli, ef við tökum bara dæmi einhvern skóla, það gæti verið að þetta veri besti skólinn á Íslandi í náttúrulæsi. Þetta veri besti skólinn á Íslandi í náttúrulæsi og þyrfti þá kannski endilega að taka sig á þar. Væri síðan kannski mun lægri í stærðfræðilæsi og ætti þá frekar að taka sig á þar. Þannig að tekið dæmið það þar sem foreldrar gætu óvart túlka þá niðurstöðurnar í þá átt að það þyrfti að bæta náttúrufræðilæsi í skólanum þegar það væri kannski brýnna að bæta stærðfræðilæsi. Svona dæmir hægt að nefna það mistök sem menn gera þegar menn lesa úr upplýsingum sem eru ætlaðar sem koma kannski úr heilu kerfi en vantar upplýsingarnar sem snúa beint að þeirra skóla. Þess vegna held ég að það sé mikilvægt að þessar upplýsingar komi til foreldrana eftir skólum. En ítrekað sem ég sagði áðan, það skiptir auðvitað ekki öllu máli. Við vitum það ekki fyrirfram hve margir foreldrar vilja nýta sér upplýsingarnar. Það kann að vera mjög ólíkt auðvitað eftir skólum og eftir foreldrafélögum. Ég hef heimsótt mörg foreldrafélög í Reykjavík og mörg þeirra hafa eflst mjög eins og skólaráðin og væru algjörlega til í að rýna niðurstöður slíkra könnunar á meðan að sum þeirra hafa kannski minni áhuga og einhver þeirra hafa kannski engan áhuga. Ég skal ekki segja það fyrirfram. Og mér er stundinni leiðilegt eins og aðeins leiðir til umræðin í dagurinn hvað borgarfulltrúar meirihlutans hafa borið fagfólkið fyrir sig. Það er alveg rétt að við eigum í Reykjavík í okkar skólastarfi, við eigum alveg frábært fagfólk sem stendur sig mjög vel, flest ég vissum, og það er ekkert vantraust á þetta fagfólk. Þrátt fyrir að við viljum opna upplýsingarnar skólana meira fyrir foreldrana.
Við teljum að það muni styrkja skólastarfið, það muni styrkja fagfólki í sinni vinnu að fá foreldrana meira inn og sjá þess að vísa skólastarfið sem eru fyrir hendi. Það ekki vandust í fólki fyrir fagfólkið. En það alveg rétt að fagfólkið, það alveg rétt að fulltrúar kennara og skólastjóra í skóla- og frístundaráði, þeir styðja ekki þessa hugmynd og mér finnst undarlegt hvað fulltrúar meirihlutans í dag og þar líka hafa vísað til þess að fagfólki sé á móti og hafa borið andstöðu þess fyrir sig. Þetta auðvitað frábært fagfólk en ég held að við kjörnir fulltrúar eigum alveg að leyfa okkur að vera ósammála fagfólkinu slík atriði, til dæmis aðgang að upplýsingum og mér finnst að við getum alveg leyft okkur að hafa aðra skoðun á birtingu þessar upplýsinga heldur en þetta ágæta fagfólk. Það ekki vegið að fagmennsku þessa ágæta fólks eða faglegri sérstöðu þess að nokkurn hátt með því að birta slíkar upplýsingar. Við erum einfaldlega værum þá að samþykkja það að aðkoma foreldra að þessum upplýsingum, hún yrði tryggð sem hún er ekki núna. Og maður sá það til þessi blöðunum. Ég heyrði það daginn þegar ég var að tala við ákveðna blaðamenn út af þessu máli að hann hefði í rauninni bara átt erfitt með að fá, allavega í fyrstu með að fá komment frá fulltrúum meirihlutans í skóla- og frístundaráði þessu mál og það hefði verið vísað á skólastjóra. Síðan kom ágætur skólastjóri og tjáði sig þessi mál. Ágætur skólastjóri sem hefur reynda tekið þátt í flokksstarfi Samfylkingarinnar og tjáði sig gegn tillögu okkar sjálfstæðismanna. Mér hefur fundist betra að fá rök borgarfulltrúa og meirihlutaflokkana bara beint þannig að það verður maður að fástaðara borgarfulltrúa heldur en kannski skólastjóra með þessum hætti. Og mér er einnig kunnugt um það að fulltrúar og meirihlutanum þeir hafa hvatt skólastjóra og kennara til þess að skrifa greinar þetta mál í blöð og til þess að ráðast gegn hugmyndum og opnun aukið upplýsingagengi foreldra til þess að mótmæla hugmyndum okkar sjálfstæðismannum það. Og mér finnst ekki góður bragur á því og mér finnst það vera eitthvað vísbending kannski það að þessir ágætu borgarfulltrúar telji sér ekki að góðan málstað að verja. Þegar að þeir eru ekki fúsar en þetta til þess að mæta okkur og konfrontera þessa hugmynd og takast á hana en heldur reyna að skjóta fagfólki fyrir sig til þess að skjóta niður þessa hugmynd sem ég finnst mjög góð. En eins og ég segi, að mörgu leyti hefur umræðan verið fín hér í dag og ég vona nú þegar við göngum til atkvæða að við getum öll sameinast það að allir þessir hópar, skólastjórnendur og foreldrafélög og skólaráð fái þessar upplýsingar og það sé bara skýr stefnumótun af hálfu borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir næst á mælendaskrá. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mér hefur fundist umræðan hér í dag að mestu leyti hafi verið mjög málefnaleg. Það er einfaldlega svo að það eru skiptar skoðanir þetta mál og það er ekkert hættulegt, til þess erum við í stjórnmálum að hafa stundum mismunandi skoðanir og berjast fyrir okkar skoðunum og trúa okkar hugsjónir. Mér fannst síðasta ræðan hér á undan minni, ræða síðasta ræðumanns, borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, kannski vera komin aðeins út fyrir efnið og ég tel það í rauninni ekki svaravert ýmislegt sem þar kom fram einhvers konar ítök kjörinna fulltrúa það að hinn og þessi skrifi grein eða hvort að við svörum fjölmiðlum eða ekki. Ég veit ekki betur en að varaformaður ráðsins Eva Einarsdóttir borgarfulltrú hafi svarað fjölmiðlum út af þessu. Þegar að lesskimun fyrir annan bekk var til umræðu þá var ég í velflestum fjölmiðlum að tjá mig málið. Það hvort að einhver skrifi grein málið og lýsi sinni afstöðu er algjörlega verkefni hvers hagsmunahóps fyrir sig. Þannig að ég eiginlega bara skil ekki alveg út í hvað umræðan er farin. Mér finnst hún ekki alveg hjálpa til, ef ég get bara orðað þannig. Og það að kjörnir fulltrúar sé hér að bera fagfólk fyrir sig, það er bara mjög sérstök umræða. Þetta eru mjög sterkar stoðir í skólasamfélaginu í Reykjavík, skólastjórnendur og kennarar. Það er ekki hópur sem að kjörnir fulltrúar ráðskast með og hvað þá að kjörnir fulltrúar geti borið þessa hópa fyrir sig.
Það vill bara einfaldlega svo til að í þessu máli fara hugmyndir 3 flokka af 4 í borgarstjórn saman við hugmyndir og sjónarmið skólastjórnenda og kennara. Þannig það stundum, stundum það ekki þannig og það bara allur gangur á því. Og við höfum hingað til á þessu kjörtímabili þegar við höfum tekist á þessi mál, þá höfum við algjörlega staðið á okkar skoðun, óháð því hvað fagfólk segir eða gerir. Það vill svo til að þegar þarna var komið sögu, þá höfðu þessi stóri hagsmunahópur skólastjórnenda og kennara áhuga á því að bóka sína afstöðu og hafa hana í samhljómi við okkar. Það vill svo til. Aðeins varðandi þessa umræðu alla, þá sit ég sannarlega ekki alla fundi skólaráða og ég held að það sé enginn að gera ráð fyrir því og þar á ég ekki sæti. Þannig að auðvitað get ég ekki fullyrt að þar fari fram eða fari ekki fram ákveðnir hlutir. En það svo að í 8 ár síðan að ég settist í borgarstjórn Reykjavíkur, þá hafa skólayfirvöld gefið mér skýrt til kynna og gefið mér skýra hvatningu og tilmæli til skólana að skólaráðin, þessi mikilvægi lýðræðislegi vettvangur, sem nýttu þess að ræða niðurstöður prófa og allar þær niðurstöður sem varða nemendur skólans og velferð nemenda í skólanum. Og ég bara þannig vaxin og þannig fiðruð og við í þessum 3 flokkum í borgarstjórn Reykjavíkur að við treystum skólastjórnendum og skólaráðum til þess að rækja sitt hlutverk. Við bara gerum það. Og ef að það komi upp einhverjar grunnsemdir annað, þá það bara eitthvað sem þarf að ræða við þann skólastjóra sem ræðir. En ég hef aldrei heyrt eða fengi ábendingar frá foreldrum að skólastjórar sé að pukrast með gengi sín skóla og að þar sé einhver leyndarhyggja í gangi. Þetta mér algjörlega framandi umræða, hreinlega. Og ég treysti því líka og við í meirihlutanum og fulltrúar VG, við treystum því að skólaráðin veiti þetta nauðsynlega aðhald og við treystum því að þessi litið á fulltrúa foreldra í skólaráði sem fulltrúa foreldra í skólanum og að þar geti farið fram umræða það hvernig skólasamfélagið ætlar sér að fjalla niðurstöðurnar og hvernig umbótastarf skólans fer fram. Ég held ekki að við að miðstýra því hér úr pontunni í borgarstjórn Reykjavíkur. Við einmitt að treysta hverju skólasamfélagi fyrir sig til þess að taka ákvörðun það hvernig kynningunni best háttað og hvernig samtalið innan skólans fer fram. Því skólarnir okkar eru býsna sjálfstæðir og það vel. Síðast en ekki síst þá ríkir sátt þetta fyrirkomulag. Við tökumst á mjög margar hluti í skólastarfi og skólastjórnendur og kennarar, stundum ber þeim ekki saman, stundum hafa þeir andstæð sjónarmið, foreldrar og skólastjórar og kennarar, stundum mætast stálin stinn og það vegna þess að okkur ekki sama skóla, okkur ekki sama skólapólitík og það bara vel. Það bara vel að við tökum stundum á þessa hluti. En þetta fyrirkomulag ríkir sátt og það bara mjög mikilvægt. Ég ætla að fá að lesa hérna bókun og mæla fyrir afgreiðslu á þessari tillögu. Við leggjum til að henni verði vísað frá og ég ætla að fá að lesa hérna eftirfarandi bókun sem flutt í nafni VG og Bestaflokksins og Samfylkingarinnar. Tillögunni vísað frá enda hefur það verið stefna skólayfirvalda margra ára skeið að skólaráð fjalli niðurstöðu prófa og kannana og það skólastjórans að bera ábyrgð á því. Borgarfulltrúar VG, Bestaflokksins og Samfylkingarinnar treysta því að eftir þessari stefnu sé unnið og hvetur til þess að skólaráðin ákveði í góðu samráði við fulltrúa foreldra í skólaráðinu hvernig kynning og samtal stöðu skólans fer fram. Það farsælast að miðstýra ekki slíkri kynningu heldur treysta hverju skólasamfélagi til að fjalla stöðu sinna nemenda. Þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatt sér hljóð undir. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að lýsa furðu minni á því að fulltrúar meirihlutans ætla að vísa þessari tillögu frá hér í dag. Það hefur verið mun heiðarlegra og eðlilegra að fella þessa tillögu bara. Það alveg ljóst að þessi tillaga felur í sér breytingar á núverandi ástandi, að minnstakosti með því að stjórn foreldrafélags og þar með foreldrar í skólanum fái umræddar upplýsingar. Bara svo það sé sagt, þá höfum við sjálfstæðismenn ekki notað þau orð sem borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir notaði að pukrast og fela árangur. Þetta snýst ekki alveg það. Ég held að
ég held að skólastjórar almennt, þeir líti ekki svo á að þeir séu að pukrast með þessar upplýsingar og fela árangurinn. Ég held jafnvel að sumir að telja að þeim sem hreinlega ekki heimilt að fara með þessar upplýsingar áfram. Og mér finnst fulltrúar meirihlutans svolítið tala tungum teimi í þessu máli. Annars vegar talar mikið um það, sem sagt, ástsýn og virðingu fyrir því að upplýsingagjöfin verði sé sem mest og reyna að halda því fram að hún sé mikil núna. Og það má vera að hún sé mikil í einhvern skólum, á þess að ég hef ekki sérstaklega úttekt á því. Það má vera að í einhvern skólum þá sé farið alla leið með þessar niðurstöður og það séu kynntar fyrir foreldrum á foreldrafundi í skólanum. En ég er líka nokkuð vissum að í minnst kosti einhverjum skólum þessi upplýsingagjöf mjög lítil og minnst kosti fer þá ekki út fyrir skólaráðið. Mér er sagt að þetta hafi verið afnefnt sem fjallaði með þetta í ákveðnum skólaráðum sem trúnaðarupplýsingar. Mér finnst líka undarlegt eins og hér hefur verið gert að það er nánast lagt að jöfnu, sem ég held að sé mikill misskilningur, það að afhenda foreldrunum upplýsingarnar og að afhenda fulltrúum foreldra í skólaráði upplýsingarnar. Það er rætt hér okkar tillögu okkar sjálfstæðismanna eins og við séum að lýsa því verklagi sem nú þegar sé fyrir hendi. Verklagi sem felst í því, já, kannski, vonandi í öllum tilvikum, að afhenda skólaráðinu upplýsingar þar sem eru 2 fulltrúar foreldra. 2 fulltrúar foreldra. Þar eru við þetta bara með fulltrúar lýðræði. Það er sett fulltrúar foreldra eru kosnir með einhverjum hætti í skólaráðið og eru fulltrúar, en það er þetta langur vegur frá því að upplýsingar í skóla þar sem eru mörg hundruð, kannski upp í 1000 foreldrar, að upplýsingar séu afhentar eða sýndar 2 foreldrum, sé það sama og afhenta öllum foreldrunum. Það er umræðar sem hafa verið hér í sölum borgarstjórnar bara í dag varðandi þingsályktunartillögu um Evrópusambandið og svo framvegis. Þær hafa einmitt verið að því, þær hafa snúist um það. Hvernig getum við víkkað út þetta lýðræði? Hvernig getum við aukið lýðræðið með því að afhenda ekki bara kjörnum fulltrúar upplýsingarnar og láta ekki bara kjörna fulltrúar taka ákvörðunina, heldur með því að komast út til allra. Þá má þetta halda því fram að þessar upplýsingar séu tiltækar foreldrum vegna þess að borgarfulltrúar fá að sjá þær. Þeir eru kjörnir fulltrúar borgarinn og það eru margir eða flestir borgarfulltrúar eru foreldrar. Það má segja með ákveðnum hætti sé að komin hendur foreldra. En það myndi enginn halda slíku fram á opnum fundi að það væri eitthvað stórkostlegt lýðræði eða upplýsing í því fólgin fyrir almenning að kjörnir fulltrúar og embættismenn í kerfinu fá að höndla með þessar upplýsingar. Opnunin á þetta felast í því að afhenda venjulegu fólki, bara fólki út í bæ og foreldrum þessar upplýsingar, þannig að minnst kosti foreldrar í hverju skóla fái upplýsingar skólabarnana þeirra. Og langur vegur frá því að það sé gengið eins langt og hægt sé að ganga með því að láta fulltrúa foreldra í skólaráðum hafa þessar upplýsingar. En það er alveg skýrt, við sjáum hvað hér er að gerast. Meiri hlutanum hugnast ekki þessi aukna upplýsingagjöf í þessum málum. Það er talað um sjálfstæði skóla og formaður skóla- og frístundaráðs talar um að honum finnst best að treysta skólasamfélaginu fyrir þessu. Það er algjör öfugmæli vísa að segja að hann vilji treysta skólasamfélaginu fyrir þessu, vegna það er hann einmitt ekki að gera. Það er með einhverjum hætti kannski verið að viðhalda því ástandi að viðkomandi skólastjórnendur, eins ágætur þeir eru, að þeir ákveði bara hve víða upplýsingarnar fari. Ok, kannski í skólaráðið, en kannski ekki lengri það. Ég er ekki viss um að stjórnir foreldrafélaga í Reykjavík myndu fallast á það að skólastjórinn ráði þessu einn, þar með sé verið að treysta skólasamfélaginu fyrir þessu. Það finnst mér nú mjög skrítin túlkun og algjörlega röng. Við sjálfstæðismenn, við viljum hins vegar auka lýðræðislega aðkomu almennings að þessum upplýsingum. Við viljum treysta skólasamfélaginu fyrir þessu, minnst eitthvað upplýsingu fyrir hvert skóla. Og skólasamfélagið eru þetta meira heldur en bara skólastjórinn og skólaráðið. Skólasamfélagið eru aðrir starfsmenn skólans, nemendurnir í skólanum og foreldrarnir í skólanum.
Ég sé fyrir mér fundi þar sem slíkir hlutir eru kynntir ef viðkomandi foreldrafélag hefur áhuga á því, þar sem skólastjórnendur getur setið með foreldrum og nemendum líka og farið yfir þessar niðurstöður. Þannig að ég held að sé alveg ljóst hver niðurstaðan er hérna í dag. Hún er svo sama og var á fundi skóla- og frístundaráðs fyrr í mánuðinum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja að foreldrar grunnskólabarna fái upplýsingar útkomu skóla þeirra í PISA-könnuninni í því skyni að hvetja til upplýstari umræðu kennsluhætti og námsárangur. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Besta flokksins og Samfylkingarinnar vilja hins vegar ekki veita foreldrum þessar upplýsingar og það er mjög miður. En einhvern veginn í því skyni til þess að fela afstöðu sín í málinu, fela andstöðuna við það að foreldrar fá þessar upplýsingar, þá kýs meirihlutinn að vísa þessari tillögu frá í staðinn fyrir að láta hana bara fara í heiðarlega atkvæðagreiðslu. Auðvitað er það sem ætti að gera, það er í raun með því að vísa frá tillögunni með þessum hætti, þá er auðvitað bara verið að fella hana. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskráli og við göngum til atkvæðagreiðslu. Forseti vill biðja borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal. Við berum það upp að vísa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aðgengi að upplýsingum vegna PISA-könnunar að henni verði vísað frá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhverjir á móti. Það er samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5. Og fulltrúi, borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir hefur lokið við það að lesa upp bókun fulltrúa Samfylkingarinnar, Besta flokksins og Vinstri grænna undir þessum dagskrárlið og einnig áskilja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sér rétt til bókunar undir þessum lið. Þá förum við í 3. mál.